Ég heiti Ragnhildur og er Guðmundsdóttir. Ég er í fyrsta sæti á lista Dögunar í Suður. Ætlar þinn flokkur að vinna að því að gera heilbrigðisþjónustu á Íslandi gjaldfrjálsa á næsta kjörtímabili? Við viljum gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu en við þurfum að skoða hvernig það er hægt og hvaða hópar ættu þá kannski að ganga fyrir og með við höfum ekki fjármagn til þess að gera hann alla gjaldfrjálsa strax. Hún Hanna ber út blöð. Launin fyrir útburðin er 25.000 krónur á mánuði. Vegna svonefndrar krónu á móti krónuskerðingar sem að kallast sérstök framfærsluuppbót ber hún aðeins 2.000 krónur úr bítum. Ætlið þið að afnema krónu á móti krónuskerðingu á næsta kjörtímabili og ef svo hvenær þið lögð áherslu á það? Við viljum afnema alla tekjuskerðingar strax, hvort heldur hjá öryrkjum eða eldri. Jón er á 30-aldri, hann kemst ekki fram úr rúminu án aðstoðar, hann er fastur upp í rúmi allar helgar vegna þess að hann fær ekki aðstoð. Jón vil fá NPA, notendastýrða persónulega aðstoð, svo hann geti farið fram úr á hverjum degi og tekið þátt í samfélaginu. Ætla þitt framboð að tryggja honum þátttöku í samfélaginu á næsta kjörtímabili með því að lögfesta NPA? Það ætti að vera búið að lögfesta, þannig að við segja klárlega að lögfesta NPA þjónustu. Meirihluti bygging á Íslandi er óaðgengilegur hreyfihömluðu fólki, enda ekkert eftirlit með því að aðgengi sé í lagi. Þess vegna getur til dæmis Jói ekki fylgt dóttur sína á handboltaæfingu. Við höfum talað við slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og þetta er verkefni sem það getur tekið að sér og sinnt samhliða eldvarnar eftirliti. Myndi þinn flokkur vilja lögfesta slíkt eftirlit? Ég veit ekki alveg með lögfesta en alveg fullkomlega eðlilegt ef að þeir geta séð þetta eftirlit að fá þá í verkið. Hins vegar ættu sveitarfélög og borgin og ríkið sem með opinberar byggingar að gangast í því að setja upp rampa og gera það aðgengilegt fyrir alla. Anna stundar háskólanám en fær ekki túlkaþjónustu til að geta tekið þátt í hópavinnu. Hún getur því ekki uppfyllt námskröfur í skólanum. Ætlar þitt framboð að tryggja fötluðu fólki aðgengi að öllu námi á næsta kjörtímabili og ef svo þá hvenær? Það er búið að fara í gegnum í grunnskólanum og þá er búið að setja núna í svona reglur að sveitarfélögin greiða öll námsgögn fyrir börnin og mér finnst eðlilegt að til þess að fólk sitji við sama borð í námi að þá fái þá þjónustu sem það þarf til þess að geta verið í námi og þar af leiðandi túlkaþjónustu líka.